Já, komið þið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin í Digranes. Hér komið að síðasta bikarúrslitaleik dagsins hér hjá Blacksambandinu. Búið að vera algjörlega magnaður dagur hér í Digranesi sem hófst á úrslitaleik U14 kvenna sem að KA vann flottan sigur á liði Þróttar Fjarðabyggðar. Kjölfarið kom svo úrslitaleikur karla þar sem að KA vann Þrótt Reykjavík og svo var nú rétt að ljúka háspennuleik KA og HK í meistaraflokki kvenna þar sem að KA stóð sigurvegari eftir Odda Hrinu og hér komið að fjórða og síðasta úrslitaleiknum í dag þar sem að KA og Völsungur mætast í úrslitaleik U16 kvenna og verður áhugavert að sjá hvernig þessi nágrannaslagur spilast. Skulum byrja á að kíkja á lið KA. Sjáum það hér. Númer 2 er Hrafndís Jana Gautadóttir, númer 3 er Ragnheiður Svava Björnsdóttir, númer 5 Kolfinna Katla Lárusdóttir, númer 6 er Þórey Arna Aðalsteinsdóttir, númer 7 er Regína Mist Ingólfsdóttir, númer 8 Þórunn Hjartardóttir, númer 9 Fanney Erla Stefánsdóttir, númer 11 er Katla Fönn Valsdóttir, númer 12 Sóldís Lilja Magnúsdóttir, númer 13 Matthildur Unnur Úlfarsdóttir, 15 er svo Katrín Markúsdóttir, númer 16 er Annika Snædís Gautadóttir, 17 Anna Björg Steintórsdóttir og númer 18 er Kara Margrét Árnadóttir. Þjálfari KA er svo Júlia Boney Carreras. Kíkjum þá lið Völsungs. Númer 2, það er Guðný Hanna Sigfúsdóttir, númer 3 er Vaka Steindórsdóttir, númer 4 er Alexandra Andradóttir, 6 Arnrún Eva Guðmundsdóttir, númer 11 Herdís María Aðalsteinsdóttir, 15 Amanda Andradóttir, 19 er Nína Fanney Karlsdóttir, 22 Auður Ósk Kristjánsdóttir, 23 er svo Vilborg Halla Jóhannsdóttir og lokum númer 27 Berglind Ellý Pétursdóttir. Þjálfari Völsungs er Hreinn Kári Erlusson og honum til aðstoðar er Heiðdís Edda Lúðvíksdóttir. Já, skemmtilegur nágrannaslagur hérna að norðan hér í Digranesi. Tvö hörkulið og eins og ég segi KA búið að eiga frábæran dag og það er nú þó nokkuð að stelpum hérna í þessu 16. liði sem að hömpuðu titlinum með 14 áðan. En það er spurning hvort að Völsungur nái að stoppa þessa sigur hrinu KA manna í dag. KA búið að vinna alla 3 titlana sem er í boði hingað til í dag. Það er spurning með það fjórða. Alltaf verða klárt hérna, var alltaf smá senkur á þessu leik eftir að úrslitaleikur kvenna fór í Odda Hrinu. En hér er allt orðið klárt fyrir þennan risaleik og hér sjáum við lið KA taka síðasta peppi fyrir leikinn. Og svo er núna verið að kynna lið Völsungs, við ætlum búin að renna yfir liðin. Eðlilega mikil eftirvænting hjá liðunum fyrir þessu leik. Þetta er stóri leikur ársins. Var að spila í sömu umgjörð og meistaraflokkarnir hér í Kjurinsbikarnum. Og hér sjáum við byrjunarlið Völsungs. Það kemur svo líberóinn. Og sjáum það, stelpurnar frá Húsavík eru klárar í slaginn. Síðan er komið að liði KA. Það er búin að vera erfitt fyrir stelpurnar að bíða allan daginn eftir leiknum. Það var mikil eftirvænting. Og svo þurfum við að bíða aukalega eftir þessa frestun út af Odda Hrinu, KA og HK hérna rétt áðan. En nú er ekkert af vanbúnaði og liðin eru klár í slaginn. Sjáum að, já, KA verður með líberó, það er já, það er hún Katrín Markúsdóttir. Hún er eina af þessum leikmönnum sem við nefndi á hann sem var veikramestari með 14 líka.
gæti orðið ansi eftirminnilegur dagur hjá henni. Mér sýnist Völsungur ætla að geyma líberó skiptinguna sína. Allavega Vaka Steindórsdóttir ekki enn komin inn á. Jú, hérna kemur þetta. Röltur hún inn á og það allt klárt hér fyrir þennan úrslitaleik hjá U16. Og mér sýnist það að vera hún Amanda Andradóttir sem mun hefja þennan leik með fyrstu uppgjöfinni fyrir Völsung. Bæði lið í dökku í dag. En þessi bolti frá Amundu út og K.A. fær fyrsta stigið. Já. Þá komið af Kötlu Fönn Valsdóttur fyrir K.A. Hörku bolti og þetta ás hjá Kötlu. Já, Katla vann nú í kringum meistaraflokksliðið K.A. sem var að vinna titilinn í meistaraflokki. Og hún klár í slaginn, hendir strax í ás og hendir hérna aftur í öfluga uppgjöf. En nú móttakan góð hjá gestunum úr Húsavík. Og K.A. Snær vörn í sókn, kemur Annika Snædís og þetta frábærlega slegið, vel varist af K.A. liðinu. Góður bolti á Anniku og hún klárar þetta listilega. Hún tók einnig þátt í bikarúrslitaleiknum hérna rétt áðan með meistaraflokki. Og K.A. komið í 3-0. Hörku bolti en þessi bolti eins og út frá henni Kötlu. Og þá Völsungur komið á blað, staðan 3-1 hér. Og Alexandra Andradóttir í uppgjöfinni fyrir Völsungsstúlkur. Fínn bolti og Annika smá vandræðum með þetta og þetta ás hjá henni. Já, glæsilega gert hjá Alexandru. Já, við fáum vonandi jafnan og spennandi leik hérna. Það fer allavega vel að staðan hérna 3-2. Þessi bolti eins og út. Vel lesið hjá K.A. liðinu og K.A. komið í 4-2. Og þá það Fanney Erla Stefánsdóttir sem tekur uppgjöruna fyrir K.A. Langur bolti og smá brasa móttökuna þarna og þetta endar í ás. Já, strembi bolti var þetta alveg á línuna og erfitt að meta hvort mann eigi að taka hann eða ekki. Og endanum endar þetta í ás hjá henni Fanney. K.A. komið í 5-2, aftur 3 stiga munur. Já, það ná að redda þessu frá Húsavík en sénsinn á K.A. Boltinn upp á Anniku. Annika, já, virkilega snirtilega gert hjá henni. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Hún sér að það hérna autt svæði fyrir aftan háutina og hún rekur boltan einfallega beint í gólf. Og K.A. komið í 6-2. Já, kemur þetta boltinn á kantinn og þetta fín bolti en frábær vörn og smá brasa K.A.-liðinu og þetta endar í stíi fyrir Völsung. Já, mér fannst K.A.-liðið vera að redda þessu en það allt kom fyrir ekki. Og þá það Vilborg Halla Jóhannsdóttir í uppgjöf fyrir Völsung. Aðeins á langur bolti og hann fer út og K.A. heldur áfram forystunni hérna. Já, þá komið að henni Köru Margréti Árnadóttur í uppgjöf fyrir K.A. Hún kom líka aðeins inn á í bikarúrslitaleiknum með áðan í meistaraflokki. En setur henni bolta út. Virkilega gaman að sjá hversu öflugt blagstarfið bæði hjá K.A. og Völsung hérna fyrir norðan. Og þessi leikur fer vel að stað. Hérna þetta boltanum uttalega en þetta vel varist og nú séns fyrir Völsung. Flottu bolti en Kara reddar þessu. K.A. skilur hún aftur yfir, sénsinn áfram hjá Völsung. Og já, reyna að finna aftur
Laumur bolta á miðjavöllin. En það svo endanum Káa sem skorar. Annika Snædís. Eiginlega bara svarar í sömu mynd. Rekur boltan bara á dauðasvæði þarna í fyrir miðju og skorar. Kemur Káa í 8-4. Og komið að Aniku í uppgjöf. Kemur hérna flottu bolti frá henni en mjög góð móttaka hjá gestunum úr Húsavík og það Katla fyrir Káa, laumar hérna en fín vörn, missa boltan svo aftur yfir en að Káa heldur pressunni, kemur boltan miðjuna, flottu bolti, áfram, vel staðsettar í vörninni. Hvað enda þessi bolti, endar á Kötlu, smá stremmi bolti en Katla gerir ótrúlega vel. Stýrur hann bara utarlega í hornið og skorar 9. stig Káa, Káa komið 9-4. Annika með fína uppgjöfin áfram, flott móttaka og hörkubolti sem að Katla nær að verjast og já, vel gert, Katrín kemur svo yfir en sensin hjá Völsung. Já, vel varist að Káa liðinu, núna Völsungur að þjarma að þeim og fínt bolti sem Katla svo vel staðsett og bolti svo á díóin og þessi frábærlega slegin hjá Kolfinni Kötlu. Kolfinna Katla Lárusdóttir með virkilega góðan bolta þarna, setur hann uttalega fjær og þessi bolti bara beint á línu, kemur Káa í 10-4. Og Káa-liðið byrjar þennan leik mjög vel, Katla svo með hennar bolta en slæðir út og Völsungur að losa þessa stöðu sem var að reynast aðeins erfið. Þetta ennþá galopið 10-5 hér í fyrstu hrinnu og það Auður Ósk Kristjánsdóttir sem tekur uppgjöfina fyrir Völsung en setur í netið. Sjáum hérna 4 uppgjafir misfarist hjá Völsung, 2 hjá Káa. Eðlilega smá spennustig í leikbunum en þetta risastór leikur og þarna kannski dæmi spennustigið, þessi bolti dettur í gólfið. Káa komið í 7 stiga fórustu. Ragnheiður Svava fram í uppgjöfinni. Þetta betra frá Völsung, kemur hörkubolti en fín hárið Káa og já, frá vel varist hjá báðum liðum, mikil barátta í þessu og hér það Katla sem hýtur hann yfir. Nú lag fyrir Völsung, hann klikkar aðeins móttakan og þurfa að skilja boltan yfir. Kara spilar þá upp á Kötlu, Katla með hörkubolta en þar verjast að sugla ekki gríðarlega vel. Sénsinn aftur að Káa, Kara velur aftur Kötlu, Katla lemur af miklu harðfylgi og skorar. Gríðarlega fastir boltar frá Kötlu þarna og erfitt að stoppa þetta. Káa leiðir með 8 stiga mun. Aðeins að skilja leiðir núna. Já, og reyna hérna að íta boltanum utalega en Káa búið að lesa þetta. En Völsungur fær annan tækifæri hérna, kemur hörkubolti, já þetta frábærlega gert hjá Alexandru. Slæðir boltan hérna í netstrenginn og þá erfitt að eiga við boltan. 13-6 Káa í vil. Skulum ekki afskrifa Völsung. Við þekkjum það nú heldur betur að hlutin eru fljótir að gerast í blakkinu. En þessi uppgjöf klikkar eins og þar. Hún kemur hún aftur inn á hún Vaka Steindórsdóttir líberó Völsungsliðsins. Þetta frábær móttaka, boltinn svo á kantinn og þetta nei, hún setur hann í netið, hún Alexandra. Staðan 15-6 Káa í vil hérna.
En þá klikkar uppgjöfin hjá henni Kolfinnu. Já, Völsungur hefur náttúrulega engu að tapa í þessari hrinu. Staðan er 15-7, en 15-8 núna, þessi bolti út. En svo var það reyndar líka oft þannig að oft er auðveldar að svara fyrir sig í næstu hrinu ef munurinn er meiri. En sjáum hvað setur. Já, fín móttaka þarna hjá Katrínu Markúsdóttur. Og gefur boltinn hérna kantinn og þetta er, já, Káliðin er að verjast þessu endanum og svo slæðir Katla í net. Já, fínt svar hjá Völsungur núna. Hann eru konuna með nokkuð stig í röð hérna og er aðeins að laga stöðuna. Annika upp á Kötlu. Katla lemur fast en lemur út og staðan þá er 15-10. Já. Skildi þó aldrei verða að Völsungur snúi sér í vil. Hörku uppgjöf en nei. Fer ekki yfir nettið. Því sýndist hann vera þá ofalega myndi skoppa neistarinnum en svo var ekki og Káa sleppur með skrekkinn nær að höggva á hnútinn þarna. Kemur Katla en hún setur í netið líka. 16-11. Þetta er aftur orðin leikur hérna. Þá er það Alexandra Andradóttir í uppgjöfinni fyrir Völsung. Já, þá eru loksins klári að halda áfram hérna. Þessi bolti á Annika með móttökuna, fær bolt á sig kjölfarið og áfram góð vörn hjá Völsungsliðinu og lauma hérna sem að Káa-liðinu er að redda boltinn svo á Anniku og hún setur boltann í netið. Þetta er náttúrulega 4 að Káa en eða var dæmdur úti. Niðurstaðan alltaf svo sama, Völsungur fær stigið 16-12 og Káa tekur leikhlé. Frábært svar hjá Völsung eftir mjög góða byrjun Káa-liðsins og Júlía Boney Carreras, þjálfari Káa, tekur leiklið. Búið að mæta mikið á Júlíu í dag. Hún stýrði karlaliði Káa til bikarmeistaratitilsins í öðrum leik dagsins. Hún var svo sjálf bikarmeistar með kvennaliðinu rétt á hann sem leikmaður og er núna að stýra 16 liði Káa. Mikill kraftur í Júlíu og sjá hvað hún leggur upp fyrir sína stelpur. En já, þá höldum við áfram leik hérna. Alexandra með hennar bolta. Já, fín móttaka hjá Katrínu þarna og Annika slæðir auðtalega og skorar. Erfiður bolti við að eiga þarna alveg með þarna línu. Og hún kemur Káa í 17-12. Og þessi bolti skrúast að netinu og fer yfir. En það ná að verðast þessu vel gert hjá Völsungsliðinu og í kjölfarið skora svo Annika ítir þetta bara í hávörðinu og skorar. Já, þessi uppgjöf frá henni Fanney Erlu. Ég var ekki að sjá hann fara yfir en hann einhvern veginn skrúast hann yfir. En vel gert hjá Völsungsliðinu að ná að verðast þessu endanum. Skilur svo boltanum yfir. Kara upp á Anniku. Annika lemur fast og þetta er frábær vörn. Og í kjölfarið skora þær. Já, ég er ekki eins og viss að hún
Alexandra við séð boltaninn stóð greinilega bara hár rétt því að þetta var bara frábær vörn hjá henni og í kjölfarið skoraði sitt 13. stig, staðan þá orðin 18-13. Gerir Völsungur skiptingu. Já, hún Guðný Hanna Sigfúsdóttir að koma inn á og út af fyrir þá Vilborg Halla Jóhannsdóttir. Já, líka gaman að sjá hvað eru margir á pöllunum. Fín stemning í húsinu. Þetta heldur áfram hérna. Þessi bolt inni. Þetta glæsilegur ás. Já, Guðný Hönnu. Þvílík innkoma hjá henni. Beint inn og beint í ás. Og staðan þá orðin 18-14. Guðný Hanna Sigfúsdóttir frábær innkoma. Spurning hvort hún á að henda í annan ás. Nei, fín móttaka hjá KA-liðinu núna og Kara ítir hann svo yfir. Og þessi bolti eins var út frá Auði Ósk og KA andaléttar. Þá komið að köru fyrir KA. Fínn bolti og þetta fræðilega meira fyrir fínn bolti, frábær bolti hjá henni og hún hendir í ás 20-14. Og gerir KA breytingu, út af fyrir hún Ragnheiður og inn á kemur hún Þórunn Hjartardóttir. Já, það er að gera að lifa öllum að spreita sín. Hvað gerir Kara hérna? Eftir hörku bolti en móttakan góð núna og boltinn út á kant. Lauma en frábærlega gert á köru en það vantaði að taka bolta 2. Og Völsungur fær þar með stigið. Langur bolti en var að detta inn, þetta hárrétt að taka hana bolta og áfram heldur þá leikurinn hér, kemur hann aftur á kantinn og þetta vel gert hjá henni Auði Ósk. Og já, smá misskilningur hérna en kom boltanum yfir endanum, KA styrta vörði sótt, Kara setur boltana upp á Anniku, Annika blokkuð út og Annika skorar. Nei, fyrir ekki, hann dæmdur inni. Nei, þetta rétt, hann úti, KA fær stigið, að hlaut að vera. Það að segja ég var að fara að sjá svona illa, nýbúin að fara laser. En KA það aftur 5 stigum yfir. Missa móttökunum það yfir. En KA smá brasi, ná ekki að redda þessu og Völsungur fær það með stigið. Staðan 21-16. Já, stundum verður bara allt í lagi að henda boltar á 2 yfir. Því að andstæðingur er ofta ekkert endilega tilbúin í það. En hér skipting hjá KA. Út af fyrir hún Matthildur Unnur Úlfarsdóttir og mætti aftur til leiks núna hún Katla Fönn Valsdóttir. KA vantar 4 stig það að klára þessa fyrstu hrinu. Og núna eru 3, þessi bolti út. 22-16. Þá fyrir uppgjörðin fyrir KA Þórunn Hjartardóttir. Þórunn komin inn á. Hún gerir þetta vel. Og Völsungur skilja boltanum yfir. Aftur séns hjá KA. Erfiður boltið alveg upp í netið en hún gerir þetta vel og skorar. Já, vel gert af Kolfinnu Kötlu. Þurfti nú að teygja sig í þennan bolta en þetta kláraði hún listilega. Þetta passa sig að reykjast ekki netið. En skila hérna 23. stiginu. Þá gerir KA enn eina skiptinguna út af Kolfinna Katla Lárusdóttir og inn á kemur Anna Björg Steinþórsdóttir. Og sama tíma taka Völsungar leiklið sýnist mér. Já,
Hreinn Kári tekur leikhlé fyrir Völsung. Orðin 7 stiga munur hérna 23-16. En það svona sjarminn við blakið. Þú getur aldrei slakað á og klára hrinu. Þú ert alltaf að halda áfram að sækja stíðin. Þannig að það svona skemmtilega við þetta. Þetta eiginlega aldrei búið fyrr en það actually búið. Í flestum öðrum greinum getur látið tíman vinna með þér. Það bara alls ekki hægt í blækinu. Sjáum hverju leikliði skilar. Já, Kara setur boltan hana uttalega og Völsungur fær stigið á láfið árekstri því kannski var snertingi frá Köru aðeins erfiðari. Hann gerir Völsungur skiptingu. Vilborg Halla kemur aftur inn fyrir hana Guðný Hönnu Sigfúsdóttur. Inn í uppgjöfinni þá hún Herdís María Aðalsteinsdóttir. Sjáum hana hér. Og hún hendir í ás. Bombar í neðastrenginn og niður og Völsungur hefur klálega ekki satt sitt síðasta hér í fyrstu hrinu. 23-18. Langur bolti en aðeins of langur og K.A. fær þetta dýrmætt stig. Nú K.A. aðeins einu stigi frá því að taka fyrstu hrinu. Og þá það Anna Björg Steinþórsdóttir sem tekur uppgjöfina. En það verðast þessu vel og utanum yfir, já. Vel fangandi hann í vörðinni K.A.-stelpur og svo kemur hörku bolti frá Kötlu. Það ennþá inni, þannig að K.A.-lið tekur hann. Enn í leik. Og hörku bolti þarna frábælega smassað á kantinum frá Alexandru Andradóttur. Sú smell hitti boltan og minnkar þetta munni 24-19. Já, frábær móttakarn af Katrínu og í kjölfari kemur Katla með neglu sem að klára þessa hreinu fyrir K.A. 25-19. Sjáu hvað skiptir miklu máli að vera með móttökuna góða og auðvitað að spila upp og Katla klárar þetta listilega fyrir K.A. sem að tekur þá fyrstu hreinu 25-19. K.A. tók svo sem frumkvæði strax í byrjun leiks en Völsungur svo sem gafst aldrei upp en kannski sanngjarnt að K.A. taka þessa fyrstu hreinu en sjáum hvað gerist í þeirri næstu. Kíkjum kannski örstutt á tölfræðina. Hún svona, hjá K.A. færir Anika Snædís Gautadóttir með 6 stig, Katla Fanney Valsdóttir með 4, Kolfinna Katla með 2, svo Ragnheiður Fanney og Kara Alla með 1 stig. Hjá Völsung þar Alexandra Andradóttir með 3 stig, rétt eins og Auður Ósk, og svo Guðný Hanna og Herdís María báðar með 1 stig. Kíkjum á tölfræði liða. 25-19 sigur K.A. í þessari fyrstu hrinu sem að K.A. skorar 8 stig úr smössum, Völsungur 5. K.A. gerir 4 ása, Völsungur 3. K.A. með 3 laumur, Völsungur 0. Og sjáum það, svo var engin blokk en liðin með mjög svipað hlutfall mistaka. K.A. gerir 11, það 4 mismunandi uppgjafir. Völsungur gerir 10, það 8 mismunandi uppgjafir. En sjá að Völsungur gerir lítið af mistökum í opnum leik. En öflugur sjöttónleikur K.A. eins og 8 smastig og K.A. tekur þessa fyrstu hrinu 25-19. Sjáum kannski örstutt tímalínuna. Hún svona. Sjáum að K.A. tekur frumkvæðið strax og Völsungur þó að hafi nú oft náð að minnka munin. Þá náði hann aldrei að komast alveg nóg nálægt K.A.-liðinu sem að vinnur eins og segja endanum 25-19 sigur í þessari fyrstu hrinu. Og verður áhugavert að sjá hvað gerist í þeirri næstu.
En við erum að vera klári í næstu hrinnu. Káa, eins og ég segi, leiðir hér 1-0. Káa, eins og ég segi, búin að vera, þetta er 4. bikarúrslitaleikur dagsins. Káa í öllum leikjum, búið að vinna sigur í fyrri 3 og þar áður varð 16 ára strákalið Káa bikarmeistari. Þeir kláruðu það fyrir norðan. Þannig að Káa gæti orðið 5-faldur bikarmeistari í blaki þetta árið. En þetta er hvergi nærri búið hér í þessum loka bikarúrslitaleik dagsins. Sjá hvað stelpurnar frá Húsavík gera. Já, allt klárt, líberónir komnir inn á völlinn. Það er Katrína Káa og Vaka hjá Völsung. Þá erum við bara klár í að hefja aðra hrinnu. Það er hún Katla Fönn sem að tekur uppgjörðum fyrir Káa. Kemur hérna. Þetta er farið að stað. Fín móttaka en þetta var einhver misskilningur hjá þeim. Og Káa fær fyrsta stigið. Já, svekkjandi því móttakan var góð. En vantaði aðeins upp á samskiptin hana og Káa fær hérna ódýrstig. Kemur Katla aftur. Aftur fínn boltinn þessi eins og það er út frá henni. Aðeins á fastur, vel lesið hjá henni Vöku ætlaði að segja. Og staðan á 1-1. Kemur Berglind Ellý Pétursdóttir með hennar bolta. Hörku bolti, mjög krefjandi. En Katrín er að stökkva á hann, halda hann gangandi. Og kjölfari íta þessu boltanu yfir. Káa í smá séns en frábær Björgun og Körur. Hvernig heldur boltanum gangandi og kemur hann yfir. Og þetta næstuði yfirsteg en sleppur til. Og í kjölfari skora svo Annika Snædís með laumu. Já, mér finnst það orðið ótrúlega gaman að sjá hvað góð tækni á stelpunum. Það er lítið svona klaufamistök og ekki enn. Búið að dæma net sem dæmi. Það er heldur betur bjart yfir blakhreyfingunni hjá okkur hérna. Sjá hvað þetta er bara hörku blakarar þessar stelpur. Staðan hér 2-2. Fastur bolti og þessi þetta beint á línu. Erfitt þennan að eiga frábær uppgjöf hjá Auði Ósk Kristjánsdóttur. Þrumárunum beint á línu og kemur Völsung í 3-2. Og þetta kveikir í Völsungsstúkunni. Boltinn á Anniku, Annika lemur. En vel staðsettar í vörninni og þessi bolti virkilega flottu frá Alexandru Andradóttur. Fastur bolti utan af vellinum og skorar hér 4. stig Völsungs. Og enn er hún að skora frábær ás hérna. Auður Ósk með hörku bolta hér. Kemur Völsung í 5-2. Frábær byrjun hjá Völsung hér á annar hrinnu. Þær þurfa á sigur að halda. Þessi er úti. Já, það var mjög lítið úti en úti var hann. Og endanum rétt hjá Káa-liðinu að láta hann fara. Þá er komið að Köru Margréti Ortandóttur. Fínn bolti, góð móttaka og nú er kemur hörkubolt. Nei, hún laumar og Káa skilur hann yfir. Miðjuna og Annika búin að lesa þetta vel staðsetna. Kemur svo boltinn aftur á Anniku og Annika blokkuð. En sjáu þig Kötlu hvernig hún stekkur á boltan, hann bjargar þessu. Og þá kemur aftur
Hálfgerð lauma frá Alexandru og hún skorar núna. Hún getur lamið boltan, hann að KA-liðið svo eðlilega bakka aðeins þegar hún kemur á strauginu. Og hún sýnir það að hún getur líka laumað. Völsungur leiðir hér 6-3. Mikil stemning hjá þeim grænklæddu í stúkunni núna. Og fram séns núna hjá gestunum úr Húsavík. Kemur smassi frá Alexandru, þá setur hún í netið. Já, búinn að lauma hann að þessari röð, þannig að það var alveg eðlilegt að smassa líka. Kemur Annika fyrir KA. Hörkubolti dettur á strengnum, en það verðast þessu vel. Þessi bolti uttalega, Annika tekur hann, svo kemur Katla, lemur hann að boltaðin, lemur hann út. Ekkert touch, og þetta er bara rétt. Og Völsungur fær stigið. 4-7. Amanda Andradóttir þá í uppgjöf fyrir Völsung. Gríðarlega sterkt fyrir Völsung að byrja þessa hrinu svona vel. Losar aðeins pressuna. Og þessi bolti frá henni Kolfinnu dansar á nettsveinum, fer yfir, en Alexandru er alveg saman það að hún bara neglir þessi bolti í gólfið. Og kemur Völsung í 4 stiga fórustu, 8-4, og þá er Júlia Boney Carreras, þjálfari KA, sér nóg í bili og hún tekur leikhlé. Já, mikil stemning hjá Völsung liðinu, enda frábær byrjun hérna á annar hreinu. KA-liðið er eins og hann áfram í fínni stöðu, unnur þetta fyrstir hreinu. Og ennþá nóg eftir af annar hreinu. Sjáum hverju leiklið hjá Júlíu skilar. En við höldum alltaf áfram að sjá uppgjafir frá henni Amöndu. Katla ítir þessi bolta vel yfir, já, passa sig á fyrir ekki netið. Áfram með smjörið. Og þessi bolt er inni, enn og aftur hnitmiðaði bolti hérna frá Alexandra Andradóttir. Sú er eiga góðan leik. Sjáum hérna, hún kom með 6 stig. 3 í fyrstu hreinu, 3 í annari og henn þá nóg eftir. Langur bolti og Katrín, já, þessu gangandi og KA skýrur hann yfir. Já, Annika vel staðsett þarna og boltinn svo upp á Kötlu. Katla lemur og þetta er algjör negla frá Kötlu. Og nær að losa, höggva hnútinn fyrir KA og minnkar þetta í 9-5 og KA losar þessa stöðu. Og kemur frábær lauma, sáði Berglindi Ellý þarna í erfiðri stöðu alveg upp í netið og hún ákveður bara bókstaflega að kýla á þetta, kýli boltan yfir netið og skorar 10. stigið hjá Húsavík, eða frá Völsung ætlaði að segja, frá Húsavík. Og þá er komið að Alexandru í afturlínu fyrir uppgjöfina. Annika í vandræðum með þessa móttöku og þetta er enn eitt stigið hjá Alexandru. Nú er það Ás, hennar 7. stig eins og sjáið. Hún skorar 4 af 11 stigum Völsungs hérna í upphafi annar hreinu. Fíling frammistaða. Þessi bolti eins og frá henni er út og KA andar léttar. Og sýnist mér Annika Snædís hafa misstigið sig eitthvað. Hún er allavega klálega eitthvað þjáð. Slæm í öklanum. Það er ekki gott fyrir KA. Annika búin að eiga fína leik. Og mér sýnist hún ætla að bíta í æxlin. En þá gerir KA hins vegar breytingu.
Kolfinna Katla Lárusdóttir fyrir út af og hennar stað kemur Regína Mist Ingólfsdóttir. Já, flott uppgjöf frá henni Kolfinnu, nei frá hennar Regínu ætlaði að segja, en móttakan sem að hálf missetnast frá Völsung ratar þess að boltan bara tilbaka og beint í gólf. Þetta er bara hörku stig. Nú kemur Völsung í 6 stiga fórustu og KA-liðið þarf að reyna að finna einhver svör. Þessi bolti eins og var út frá henni Auði Ósk. En já, KA-liðið þarf að finna aftur taktinn sóknarlega. Það var alltaf að koma sér aftur inn í þessa hrinu hér. Kara upp á Anniku, Annika nær ekki að ýta hann yfir og Völsungur fær stigið 13-7. Völsungur greinilega að stefna það að knýja fram Oddahrinu hér. Já, flottu boltið þarna frá henni Katrínu, spila boltan upp þarna og hér kemur svo mögnu lauma en Katrín er vel vakandi og skorar. Þetta er hálfgett líper og stig. Já, frábælega gert. Vel vakandi þarna fyrir laumunni og raunin bara skorar í kjölfarið. Þetta er nú sjaldséðis sjón að sjá stig frá líperó en glæsilega gert. Heldur KA inn í þessu og Kara setur hún á boltan upp á Anniku. Annika lemur og þetta er beint í gólf. Já, þetta er það sem KA þarf að gera meira af. Og Annika greinilega klári slaginn þótt að hafa greinilega eitthvað aðeins mistið í sig á hann. Hún ætlaði klálega fann eitthvað til í öklanum á hann en gott stig á henni. Og aftur senstur í KA. Kara þarf að sækja boltan djúft. Setur hann á Anniku, Annika laumar og er að skora sýnist mér. Nú, hér er frábær björgun en þær koma boltanum ekki yfir. Þetta var alvöru karakter sem að hún Alexandra sýndi þarna hvernig hún sótti hennar bolta en því miður þá koma ekki boltanum yfir og KA er búið að minnka muninn í 13-10. Svo klikkar uppgjöfin hjá Fanney Erlu en þetta er aftur að verða jafnt og spennandi. Sjáum þá Auði Ósk með hennar bolta, hann er út, já vel lesið KA-liðinu og þá er komið að Köru Margréti. KA núna með öfluga sóknarlínu. Það er uppspyrarinn aftur núna. Kara setur hann upp og þetta er fínn bolti en það verðist þessu vel og Kara fyrirgefið bolti fyrir á Anniku og Annika skorar. Það er ekki að tala fast, núna bara sér hún að það er búin að bakka frá og hún sneiðir boltan hana vel til hliðar og minnkar til 14-12. KA-liðið er að koma sér aftur inn í þetta heldur betur. Kemur Kara með hennar bolta og smá brasa móttöku en þar er að redda þessu, já. Og það er KA að refsa. Boltinn er upp og Annika lemur fast. Frábær tilraun hjá Völsungsliðinu en boltinn einfaldlega það fastur að erfitt að stoppa þetta og KA skyndilega búið að minnka þetta í 1 stig. Kemur Kara. Hörku bolti, þeir ná að redda þessu og komum við yfir á. Aftur sens og KA, Kara, vel gert að fara ekki netið og svo kemur alvöru negna frá Anniku og Annika beint í gólf. Og þá tekur Hreinn Kári Erlusson, þjálfari Völsungs leikhlé
Á algjörlega engum tíma K.A. búið að snúa þessu og jafna metin hér í 14-14. Þetta eins og vorum að tala áðan. Hlutin svo fljótir að breytast í blaki. Þú átt aldrei að gefast upp. Og nú spurning hvort að Völsungs-stúlkur ná ekki örugglega að svara fyrir sig aftur. Það alltaf svekkjandi að missa fórustuna frá sér en það bara eðlilegt í blaki að séu sveiflur fram og tilbaka. En K.A.-lið klálega núna að keyra á þær og Kara með flotta uppgjöf. K.A. aftur í séns núna. Kara þarf eins og að sækja hana bolta og nær hún ekki og Völsungur fær stigið. Þá gera Völsungs-stúlkur breytingu. Guðný Hanna Sigfúsdóttir kemur inn á fyrir hana Vilborgu Höllu Jóhannsdóttur og Guðný Hanna þeir beint í uppgjöfuna. Hún skoraði Ás í fyrsturinu leið að koma inn á. Nær hún að endurtaka leikinn hér. Fýtt bolti en Katla með fína móttöku beint á Köru. Kara upp á Annika og Annika lemur af háurninni og skorar. K.A. búið að ná að virkja Anniku og Annika fer svo í uppgjöfina kjölfarið. Og þessu uppgjöf frá Anniku. Strembin þeir ná að endanum að skila hann tilbaka en aftur séns hjá K.A. Og frábærlega slegið hjá henni Regínu Mist. Snýst þarna af háurninni og beint í gólf og K.A. skyndilega komið yfir í 16-15. Annika aftur í uppgjöfinni, fastur bolti og missa móttökuna yfir. Nei, hann dettur beint í netið og þetta skráist það sem Ás hjá Anniku. Já, Annika hefur nú enda sýnt það í meistaraflokki líka að hún getur heldur betur skorað Ásana og kemur aftur hér en setur þetta í net og staðan þá 17-16. Þetta galopið hérna fyrir lokasprettin en nú fer hvert stig heldur betur að telja. Sjá hvað Amanda Andradóttir gerir, kemur þetta með lúmskan bolta uttalega en Katlan að verðast þessu. Svo kemur að skilja boltanum yfir og Katla aftur limur fast og þessi bolt alveg út við hliðarlínu og skorar 18. stig K.A. Þetta svona stóri munurinn á upphafi annar hreinu og svo núna K.A.-liðið byrjaði að virkja kanónurnar. Það Kötlu og Anniku. Og þá gerir K.A. skiptingu. Hún Ragnheiður Svava Björnsdóttir kemur út af og í hennar stað mætir hún Sóldís Lilja Magnúsdóttir. Sóldís fer svo beint í uppgjöfina. Sóldís var nú að spila með U14 áðan þegar K.A. var bikarmeistari í þeim flokki. Kemur svo með flotta uppgjöf hér og lauma sem að Kara sér við boltin svo upp á Kötlu. Erfið boltin, hún nær að kýla hann yfir og skorar í kjölfarið 19-16. Já, stundum borgar þessi bara kýla á hlutina og Katla sýndi það og sannaði þarna. K.A. 3 stigum yfir. Þvílíkt svar hjá K.A.-liðinu. Voru 7 stigum undir áðan. Sjáum hvað Völsungur gerir. Fastur bolti sem Annika nær að verjast og þessi svo út í kjölfarið og Völsungur fær stigið 19-17. Þetta ennþá galopið. Mætir hún aftur inn og Katrín Markusdóttir lípur á K.A.-liðsins. Sjáum hvað hún Alexandra gerir og skoraði Ás áðan. En nú Katrín velvakandi verst þessu og K.A. skilja boltann yfir. Og nei, þarna ætlaði hún Auður að lauma boltanum yfir netið en
setur aðeins lítinn kraft í þetta og bolti fyrir net. Káa 20, Völsungur 17 hér í annar hreinu. Þá gerir Káa líbero skiptingu. Hún Katrín fer út og inn kemur hún Þórey Arna Aðalsteinsdóttir. Hún var líka að spila með U14 áðan. Gaman að sjá að stelpurnar eru öflugar að spila bæði með U14 og U16. En þessi uppgjöf hins vegar út og Völsungur fær því stigið og þá skipta þær aftur líberoarnir á Káa og svo gerir Völsungur skiptingu og hún Vilborg Halla Jóhannsdóttir kemur inn í staðan fyrir Guðný Hönnu. Smá brasa móttöku þarna en sjáu þið karakterinn í Regínu mist að sækja hana bolta og hann er því ennþá í leik. Hörtugu bolti sem að Regína ver svo góð framstöðu á henni og svo í kjölfarið skorar Katla þetta flotta stig. En þetta verður eiginlega bara skrifast á hana Regínu mist Ingólfsdóttur. Þvílíkur karakter hjá henni. Hvernig hún varðist þessu. Sótti hennar bolta hana við auglýsingaskiltið. Og hafa skiptað hann aftur. Hún er komið sóknar og varna líbero á Káa. Og já, fín háar. Já, sjáu þið Köru hvernig hún náður þessu bolta. Og þessi bolti þetta er beint á gólf. Þetta á línu ætla að segja, já. Hann er inni. Ég fannst að þetta beint á línu, það er rétt. Og Káa fær stigið 22-18. Það var tæft en ég er alveg 100% að þessi bolti datt á línuna. Og Káa komið í 4 stiga fórustu. 22-18, vantar 3 stig í viðbót. Hér kemur Katla, hörkubolti en flýtur út. Já, halda þær áfram að skipta. Ég segi það er Katrín og Þórey að skipta með sér sóknar og líbero og sóknar og varnar líbero á stöðunni. Þessi bolti er svo inni, já. Hnýt með það bolti og Káa aftur 4 stigum yfir. Núna vantar bara 2 stig út að klára þetta og Næja, kemur boltinn frá Fanney Erlu, flottur bolti eins og frábær móttaka þarna hjá henni Vöku. Káa í séns, kemur boltinn hérna á Annika, Annika með hörkubolta, náður að redda þessu, já, þvílíkur karakter og það er komalum með, nei. Eftir alla þessa vinnu þá skoppar boltinn upp í tjald upp í lofti. Og Káa fær þetta 24. stigið, gríðarlega svekkjandi eftir frábæra baráttu hjá Völsung. En þá gerir Káa skiptingu, Hrafndís Jana Gautadóttir fyrir uppgjöfina. Hún eins og margar aðrar í Káa-liðinu var líka í 14 leikjum áðan og ætlar hún að klára þetta fyrir Káa. Kemur með flotta bolta, það verðast þessu og þessi bolti á, þetta er ekki búið, hörku bolti þetta frá Auði Ósk Kristjánsdóttur og staðan á 24-20. Völsungur þarf 4 stig í viðbót til þess að knýja fram upphækkun, annars er Káa búið að klára þetta. Já, sjáu þið móttökuna Katrínu, vel gert hjá henni, svo kemur Annika laumar og hún klárar þetta. Og Káa er bikarmeistari U16 kvenna eftir hér 2-0 sigur á Völsung, frábær leikur. En Káa á endanum sterkari aðilinn og enn einn bikarmeistaratitillinn í hús hjá Káa. 4. titillinn í dag og í heildina 4. bikarmeistaratitillinn í vetur hjá Káa. Gerir aðrir betur. En engu að síður frábær frammistaða hjá Völsungstúlkum og gaman að sjá hérna norðan slag hjá Káa og Völsung. Bæði lið sýndu flotta takta en
Káa-liðið reyndist ögn sterkara og tekur þennan leik 2-0. Sjáum hérna stemninguna hjá Káa-stúlkunum. Bikarmeistarar og þó nokkrar þeirra eru tvöfaldir bikarmeistarar eftir að hafa unnið með 14 í morgun. Já, þvílíkur dagur hjá Káa. Og af þessum 4 titlum sem unnist í dag, þá er Júlía Bonet Carreras með puttana í 3 þeirra. Og þá er að ljúka frábæri helgi hér í Dýranesi, Kjörisbikarinn. Þetta er nú alltaf stærsta helgin í Blak-starfinu. En við skulum nú fylgja eftir verðlaunaafhendingunni og hér eru stelpurnar í Völsung að fá silfurverðlaun sín. Frábærlega gæti þeim að komast í bikarúrslitaleikinn. Áttu flottan leik en því miður þá var það bara ekki nóg fyrir þær, en geta engu að segja verið mjög stoltar af sinni framgöngu og fá hérna silfurverðlaunin frá Grétari, formanni Blaksambands Íslands. Svo eftir fer bikarinn á loft þegar það kemur að liði Káa. Þetta er, já, alltaf ótrúlega skemmtileg helgi hér í Dýranesinu og langar bara að hrósa Blaksambandi Íslands fyrir ótrúlega flotta umgjörð og gaman einmitt að við fáum að aðstoða við að koma þessu heim í stofu til ykkar sem að ekki komist í Dýranes og á sama tíma frábært þjónustu hjá RÚV, hvernig þau sýndu frá meistaraflokksleikjunum. En hér er klappað fyrir Völsundsliðinu, frábært lið og stuðningsmennirnir voru heldur betur magnaðir. Það var frábær stemning á pöllunum og stelpurnar geta eins og segi sannarlega verið ánægðar með sig. En þá er komið að liði Káa. Bikarmeistarar í U16 kvenna. Það er lið Káa. Hérna koma þær. Og eins og ég taldi upp áðan, Káa 5-faldur kjörisbikarmeistari í Blaki í ár. 4 titlar unnust í dag hjá liðinu. U14 kvenna, U16 kvenna hérna. Svo var meistaraflokkur karla og meistaraflokkur kvenna. Auk þess sem að U16 karla unnu titilinn fyrr í vetur. Þannig að eðlilega er rífandi stemning hjá Káa-fólki í stúkunni. Já, sjáu, það er alveg stemning að stelpunum. Styttist í að bikarinn fara á loft, en hérna eru þær að fá verðlaunin frá Grétari, formanni Blaksambandsins. Gaman líka að sjá að leikmenn meistaraflokkskvenna hjá Káa-liðinu. Þær eru hérna búin að vera að styðja stelpunnar og eru að klappa hérna fyrir þeim. Já, það er greinilega mjög gaman að vera gurur og glaður Káa-maður í dag. Káa vinnur alla 4 úrslitaleikina sem fór fram í dag. Hér er klappað fyrir þessu glæsilega liði. Hér er bikarinn að fara á loft. Það er Katla sem að mun lyfta titlinum. Og já.
innilega til hamingju KA. Þvílíkur dagur hjá þessu magnaða félagi. Kemur spjaldi góða. En já, ég held að við förum bara að setja gott hérna í dag. Bara langar að taka kærlega fyrir samfylgdina. Virkilega gaman að fá að sýna bæði U14 og U16 leikina hér í dag. Annars minni ég var á að fylgjast vel með í blakkinu. Það eru spennandi leiki framundan í meistaraflokki. Og við ykkur endilega fylgjast vel með live í sem að blakksambandið sýnir helstu leiki í beinni þar með tölfræði og lýsingu og fleira. En ég vil allavega þakka kærlega fyrir árið í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég og mér til aðstofa Stefán Jóhannsson og aftur óska blakksambandið til hamingju með frábæran bikarhelgi. En bless í dag.